Brynjar Dottnar úr bikarnum hérna eftir 5-0 skellum á Aftureldingu, hvernig líður með þetta til leik? Bara svekkjandi að tapa og mættum bara hörkuliði sem að, já, þetta var bara erfitt. Þannig að bara gaman bara að fá hennan leik og gaman að móta sig við þá. Það er þetta var erfitt, þetta var svolítið mikil brekka, svolítið sérstaklega eftir þið tóku fórstuna. Skoruðu náttúrulega bara á fyrsta korterinu sem var riðlaði svolítið planinu, þannig að það var svolítið erfitt að koma tilbaka úr því, þannig að já, við hefðum kannski hangið lengur á núllinu, þetta kannski orðið leikur, en það var mjög erfitt eftir að þeir settu fyrsta. Eitthvað ánægður sem þú ert með í dag frá þínu? Já, sérstaklega bara vorum ágætlega skipulegir í fyrri hálfleik þó við höfum fengið 2 mörk á okkur og svo fannst mér bara jákvæmt hvernig breyttum í seinni hálfleik, fórum í 4 manna vörn og ákveðum að reyna að fara að spila boltanum meira og stíga aðeins oftar á þá. Þeir settu 3 í andlitið á okkur á móti en það komu allan spilkaflar inn á milli sem að mér fannst bara mjög flottir og bara mjög stoltur af þessum ungu sem að fara inn í sitt fyrsta meistaraflokks-season og að spila við bestu deildinni, stóðu sig bara vel. Gerðu breytingu fyrir hálfleik, var það bara taktískt? Nei, við náttúrulega bara missum Stefán Ómar út af í meiddan, þannig að það var bara breyting sem við þurftum að fara í og svo í hálfleik bara taktísk breyting til þess að reyna að koma aðeins tilbaka. Hvernig bara líður með vetur núna og þetta stutt í mót núna hjá ykkur og bara hvernig leggst sumarið? Bara leggst mjög vel í mig. Við erum búin að eiga mjög gott undirbúningstímabil, komnir í úrslit í Lengjubikar og komnir loksins með allan hópinn austur, þannig að það lítur bara vel út og við erum bara spenntir. Hvernig er bara staðan á hópnum og er mikil tillögun fyrir austan að byrja þetta sumar? Já, hún er bara mjög mikil. Við erum búin að vera í töluvert af meiðslum. Við erum með einhverja 6 strákar sem eru ekki í hóp í dag sem eru búin að vera meiddir undanfarið, þannig að en við erum allir spenntir að byrja. Takk fyrir að ganga vel.